mikinn vöxt, þannig að við erum að taka framtíðarávinning inn í söluveg. En hvaða banki að tapa miklu á þessi viðskiptum? Núna í ljós, hvað komið í ljós? Það nokkri milljarðar. Við erum að tala þúsundir. Ertu ekki vanhæfur fyrst þú klúrar þessu svona? Bankinn varð ekki af neinum milljörðum í þessum viðskiptum. Ekki? Nei, hann var ekki af neinum milljörðum. En af hverju gerður þetta við luktandi? Svaraði því. Ég skal svara hvernig það var. Málið er þetta að þeir nálgast okkur með stjórnendum og gera tilboð. Sama tíma er Samkeppniseftirlitið að biðja okkur um að það sé bara einn banki þeir vilja við seljum. Og þeir segja, við erum ekki sátt við hvernig kortamarkaðurinn er og við segjum bara, við skulum vinna með okkur á brautunum. Það er inn á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins. Samkeppniseftirlitið hefur svarið þetta af sig. Skoðið sáttina við Íslandsbanka, þar kemur það fram. Í sáttinni sem þeir gerum í Íslandsbanka kemur þetta skýrt fram. Og það megi bara vera einn banki. Síðan við hugsuðum þetta. Hvað eigum við að gera? Við fáum ekkert að vera inn í... Hvað fættu þinn massa? Svona ekki! Látum við dreifa sig! Lefum við að klára. Lefum að tala. Síðan segjum við hugsuðum, eigum að fara með þetta í opið söluferli. Og til þess að fara með þetta í opið söluferli, þá hefðum við þurft að fá upplýsingar frá hverju? Stjórnendum. Og stjórnendurnir vildu fá þetta sjálf. Hvað stjórnendur? Hjá Borgun. Þeir leiddu þetta, það voru stjórnendur og þannig að við vorum í svolítið þröngri stöðu. En Haukur Oddsson, hann er illa kaupendur. Ég segi það. Heldur að hann sé að segja þér frá verðandi viðskiptum? Það er vandamál. Við ætlum að selja legosafnum á Ef við hefum verið að biðja hann um að segja öðrum hvað það segja. Við vorum mjög þröngri stöðu. Blásum hennar mann úr bankanum! En ertu ekki sammála því að Haukur hefur algjörlega vanhæfur til þess að... Það er allir vanhæfir eftir á. Já, ég skilði en... Vanhæfir eftir á þegar við sjáum. En Steinþór... Kannski bílir vinir! En bílir, sko, en við erum að tapa hvað miklu milljörnum á þessu. Haldið klúðurnu og það er ekki hægt að fyrirgefa þetta. Þetta er róleg. Þetta eru mínir peningar, skilur. Já, við erum ekki að tapa neinum milljörnum. Ekki? Nei. Það er verið að tala um 10 milljarðar. Það er verið að tala um 10 milljarðar. Er það 11 milljarðar sem fer til Borgun og Valitors? Já. Er það 11 milljarðar og eru við að fá nokkra milljarðar? Já, bankinn er að fá marga milljarðar. En hefðu getað fengið fleiri? Við höfum kannski getað fengið út úr þessu einhverju 100 milljóna, ég veit ekki hvað mikið. Það er alltaf að tölur heldur en að vera að byrta núna. Já. En er ekki hægt að taka tilbaka? Við seldum þetta fyrir 2,2 milljarðar. En í ljósi þess að það er sko launahækkurinn og bónusverðar sem er að kaupa þetta líka. Þetta er svo mikið skítalitt af þessu. Þetta er svo ógeðslegt og ógeðfælt, skilur. Og Steinþór, þú verður að gera eitthvað í þessu. Þú verður að rifta þessu samning. Rifta samningnum, Steinþór. Við viljum líka rannsaka þetta málun í kjölinn. Það sem við viljum fá staðreyndirnar upp og ég er búinn að birta tölvöld mikið á vefsíðu bankans. Ég hvet ykkur til að skoða þar hvað þar stendur. Þar er meðal annars vísa til þetta með Samkeppniseftirlitið og þið getið farið inn á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins og séð hvað stendur í sáttinni milli þeirra og Íslandsbanka. Þar bara er þetta alveg klárt. En ég held að það sé bara mikilvægt núna
að ég fá að taka við undirskriftunum og ég heyri hvað þið segið og ég er ekkert að reyna að fela mig. Hverju var ekki leitað eftir fleiri tilboðum? Gott fólk, með ljúka svo núna. Við erum að deila þetta, gott og vel. Við vitum hvað við viljum. Við getum ekki annað gert en haft þetta táknrænt eins og við höfum sagt áður. Með uppsannarbréfi. Við viljum ekki svona vinnubrögð, Steinþór, alls ekki. Við getum ekki búið við svona vinnubrögð. Við höfum séð þetta áður, við höfum hrætt einfallega. Þegar við höfum fyrir okkar fólki að sjá og við höfum að missa börnin úr landi og barnabörnin. Þetta er ekki hægt og þú og aðri bankastjórar og aðrir sem eru í fjármálageiranum verðið að skilja þetta. Þetta verður ekki liðið. Ég vil bara þakka ykkur fyrir að koma hreint og beint fram og tala við mig þessi mál. Við höfum sagt það að við erum að reyna að vanda okkur. Og ég minni á að Landsbankinn er búinn að borga yfir 50 milljarða í arðgreiðslur. Landsbankinn stóð mjög illa fyrir 5-6 árum. Hver bankaði það? Landsbankinn. Einu sinni voru Íslendingar ósjálfstæð þjóð. Og við munum gera okkar besta, Já, bankinn mun gera sitt besta að bregðast við gagnrýni eins og hér frá ykkur í dag. Og ég bara þakka ykkur fyrir það. Og ekki hika við að koma aftur síðan. Takk fyrir.